klukkan er sjálfsögðu 1, þá erum við að fara að spila Sónvors. Já. Hefur þú spilað Sónvors aðeins? Já, það hef ég gert og ég hef spilað á móti nokkrum sem að hér sitja og verðum að fara að keppa í kvöld. Eins og hverjum? Eins og Kristó, Sigmari. Þeir eru ótrúlega hæfileikaríkir og ég hlakka til að sjá hvað þeir gera hérna á eftir. Einmitt.
Þetta eins og ég segi, þú ert nú svolítið Fortnite maður sjálfur, Brynjar. Ég man til dæmis þegar ég sá tónlistarmyndbandið Píla við lagi sem við gerum með Jóhann Kristófer. Akkurát. Þá varstu einmitt í því tónlistarmyndbandið að spila Fortnite. Akkurát. Og þetta eins og ég hef sagt í viðtali hérna á MBL, bara einn besti tölvuleikur sem gerður hefur verið. Ég er sammála því. Hann hefur þetta allt. Ég tek undir það. Það er menningin, alltaf þessi tónlistarmenn að fá skinn, dansarnir. Það er þetta ótrúlega cultural relevance. Já. Og það eru margir sem að líta svo á að þú ert búinn að meika þegar þú ert komin inn í Fortnite á einhvern máta eins og til dæmis Laufey núna. Já, algjörlega. Ég og Laufey dansinn. Já, ég líka. Ég sérstaklega fór inn til að kaupa hann. Algjörlega, ég líka sko, en þess að þetta er bara íslensku menningararfur. Já. Og hann sé í svona stóru batteri sem Fortnite er bara frábært sko. Já. Ertu með uppáhalds skinn eða dans í Fortnite? Já, ætli það sé ekki Ariana Grande skinnið. Classic. Og kannski Black Knight. Já, ég fíla svolítið mikið Spider-Man skinnið og Deadpool. Ég er svolítið Marvel gæi sko. Já, ég keypti mér reyndar Ghost Rider skinnið. Ég fíla það vel, fíla glæterinn, ég fíla mætinn í Tilted. Já, classic. Veistu hvað ég meina? Ég veit hvað ég meina sko. Ég ætla aðeins að kynna mótið og fyrirkomulega á því sko. En síðustu 2 miðvikudaga vorum við í stúdíóinu okkar með 30 leikmenn sem voru að keppast það að komast í topp 10. Og þeir leikmenn sem komast í topp 10, það var svona smá breytingar þeir eru í Laugardalshöllinni á Reykjavík International Games að keppa samtals 100.000 krónur. Þú veist að fyrsta sæti fær 65.000. Já, en ég vil samt segja að þetta snýst talsvert meira heldur en bara penninginn sko. Já. Þetta er stolt og heiður. Algjörlega. Og já, það er hægt að máta þessu. Algjörlega, vera Reykjavík International Games meistari í Fortnite. Annað sæti fer það sjálfsögðu 25.000, þriðja sæti 15.000. Og fyrirkomulagið er það að við ætlum að taka 10 umferðir í Zone Wars. Svo kemur smá pása og umræður. Svo tökum við aftur 10 umferðir og síðan verðlaunaafhending. Og svo er þessu bara lokið hjá okkur. Þannig að stigagjöfin, hún er svolítið svona áhugaverð í þessu. Af því að ef þetta eru 10 leikmenn, þá verður 2 stig fyrir fellu. Og eins og ef þú ert í 10. sæti, þá bara 0 stig. Og svo bara 1 stig fyrir hvert sæti fyrir ofan það. Þannig að ef þú verður í fyrsta sæti, verður það með 9 stig. Já. Þannig að það eru mörg stig í pottinum. Við erum með 10 leikmenn sem við ætlum að láta ykkur vita sem að spila hérna í dag. Og það að sjálfsögðu Kristó, það Sigmar, Kristó með setu. Mér skilst að Jensína hafi dottið út og Playboy Nökkvi hafi komið inn í staðinn. Denas 13 sem að sjálfsögðu sigurvegari Elko-deildarinnar 2024. Mikið rétt, hann er hér í kvöld. Hann sigraði Elko-deildina með 13 stigum og hann heitir Denas 13. Ég skil, það verður gaman að sjá hvort að hann ætla að halda velli. Og svo að sjálfsögðu erum við með Gaga Kuku, Fjölni Bjarka Bása, Stefán Baha, Falcon Emil og Solo Gabba. Þetta eru þessi 10 leikmenn sem eru búin að tryggja sér þátttökurétt og eru fyrir aftan okkur. Og þú, eins og þú sagði, varst búin að spila með eitthvað af þessum leikmennum. Já. Og þú telur að þeir eigi eftir að standa sig vel. Já, ég hef mikla trú á þessum strákum. Sjáum við á skjánum þessa 10 leikmenn sem ég var að tala um. Og að sjálfsögðu þá er þetta, já, nema Jensína sem dettur út og Playboy Nökkvi sem hefur þá verið í 11. sæti er þá komin bara inn í staðinn. Já. Og þessi útsending er að sjálfsögðu í boði Elko, Kia og Lukka-Lukk. Og mér langar til þess að nýta tækifærið og rifja upp RIG 2019 Já. Sem var í Laugardalshöllinni. Þá voru við til dæmis með stjörnustríði í Fortnite og þar var Herra Hnetusmjör, Donna Cruz, Steindi Junior og Gunni Nelson. Já. Og það voru mjög góði tímar og núna er bara RIG 2025. Ég mæti. 6 árum seinna. Ég mæti þangað. Stefán Atli og Brynjar Barkarsson. Og já, leikreglunar, við erum búin að kynna þær inn og fara Jens yfir stigagjöfina.
en sko, mér langar bara til þess að hvetja áhorfendur sem að heima sitja og eru kannski í, þú veist, þessu 103, 104 hverfi. Já. Kíkja í Laugardalshöllina. Þú veist hvað inngangurinn þetta er. A. Og þú veist hvað salur þetta er. A. Salur 1. 1. Salur 1, já. Inngangur A, salur 1. Þannig að það er bara frítt inn og góð stemming til þess að fylgjast með. Og bara eftir örstund þá fáum við að vita einn í eyrað frá pródúsörunum okkar hvort að leikmennir séu farnir að gera sig klára í lobbyið. Þannig að já og akkurat já ég stingu upp á að förum á YouTube-channelinu mitt og skoðum highlightsi mín og Fortnite. Já, það er náttúrulega bara það er mjög skemmtilegt content sko. Já. Hvað þú veist, ertu með eitthvað strategy, ertu að spila classic, ertu að spila reloads eða ertu að spila chapter 6? Sko, ég aðeins búinn að vera spila annað núna, eða bara svona lítið að spila. En ef ég kíki þá svona kíki ég með vinunum og skoðaði þegar OG kom aftur. OG er classic. Var svona að sjá hvort ég geti ennþá double pumpað. En það gekk ekki það vel og ég misti þolum að hana. Ég var ekki hana, en mér er gaman að horfa á þetta samt. Já, akkurat. Og þannig að, já, eins og þú segir, að við vorum akkurat þegar ég var 2019 á RIG, þá náttúrulega var ég og Ingi félagi minn með YouTube síðuna Ice Cold. Þá vorum við líka mikið að streyma Fortnite sko, á YouTube. Og það var ógeðslega gaman að fá til okkar gesti. Við fengum ykkur einhver aldrei en við ætlum að gera það sko. Ég man eftir því. Og þá fengum við náttúrulega sjálfsögðu Herran Heiðursmjör og Pétur Jóhann og Steinda og fleiri góða gesti til að spila Fortnite með okkur. Já, ég spila með Herran Heiðursmjör. Já, hann er góður. Hann er góður. Ég spila með Steinda. Hann er góður. Já. Það er svolítið að fela sig í runna og svona flippa bara þegar hann er að spila. Já, hann var fínn. Já. Í dag, sennilega ömurlegur. Hann var náttúrulega með þetta streymi rauðvin og klakkar með Óla Jóels og félögum. Já, málið þú þarft að vera svolítið að spila og ætlar ekki að vera góður. Það er engin góður núna sem var ekki búinn að spila neitt sko. Einmitt. En eins og við segjum sko, með þetta streymi og þetta Ice Cold sko, að vera að streyma alltaf Fortnite einu sinni í viku, þetta var ógeðslega gaman og þetta, þú veist, við erum að tala um menninguna á Íslandi og ég vil segja það 2019 þegar við vorum með RIG í Laugardalshöllinni, þá var Ólafur Hrafn Steinarsson sem var með Rísi, hann svona, þá fór rafíþróttir svolítið að vaxa á Íslandi. Já. Þú tekið kannski eftir þessum vexti og sérstaklega með Fortnite, við erum með mót eftir mót, Elko-deildina og þessi fyrirtæki eru náttúrulega að halda mót sem eru með þessar tölvur sem þú getur spilað í og þú veist, og eins og í kvöld, þá klukkan 7, þá er Counter-Strike mót hérna. Ég skil. Bara í sama sal, það verður sýnt í beinni, það verða einhverjir 2 kynnar að kynna. Ég skil. Ertu mikill CS-maður? Ég hef spilað CS sko. Ok. Ég er samt að spila Valorant frekar. Já, ég er endar meira fyrir Valorant en CS sko. Já, bara svona just aðeins upp á. Ég spilaði 1.6 á sín tíma. Classic. Ég spilaði það mikið. Og svona einhvern veginn náðu ekki alveg að byrja mikið í Source og Go. Nei, þetta voru mjög góði leikir þessi Counter-Strike og sko, þú veist, svo morgun þá var Rocket League. Já. Hefur þú spilað hann eitthvað? Já, ég var að spila Rocket League. Ég er svolítið sko að spila annars með bróðum mínum, ég spilaði mestalagi 10-15 sinnum sko. Hann er skemmtilegur en þú þarft að, ég held að hann sé betri stýripinna heldur en mús og lyklaborð sko. Já, ég er ekki búinn að prófa að spila með mús og lyklaborð, ég er bara að spila þetta í PlayStation í einhvern sofa með vinn mínum sko. Já, en svo að streyminu þínu, þegar þú ert til dæmis að streyma þá ertu kannski að spila Fortnite og ertu þá með PC-tölur eða PlayStation, þú ert með PC-tölur eða ekki fyrir það? Já, ég er með PC-tölur. Já, fyrir Fortnite. Já, en eins og þegar Flóni kom til mín og spilaði kód, þá tengdi ég bara PlayStation fyrstrengu við PC-töluna. Akkurat. En ég er með PC-tölur sko. Já, svolítið gaman þegar þú ert að fá til þín svona skemmtilega gesti sko. Já. Til dæmis, við getum minnst á það að þú fékkst til þín eitt rosalega góðan gest. Já. Sem var Bjarni Ben sko. Það var skemmtilegt streymi. Já, takk fyrir það. Mjög gaman. Já, takk fyrir það. En já, mér skilst að það sé bara
örstutt ég leikmenn sé að gera sig klára, er það ekki rétt fyrir mér? Og akkurat, þannig að leikmennir að gera sig klára og þetta þessi 10 leikmenn sem ég sagði og það svo gaman að segja frá því eins og Denas, hann í fyrsta sæti í Elko-deildinni núna þegar hann sem sagt með liðsfélaganum sínum sem Jensína og Gagagugu, Fjölnir Bjarki, þetta allt sko leikmenn sem eru búin að vera svolítið ofalega í Elko-deildinni og Elko-deildin hún sko dúó núna sem sagt eftir áramót. Fyrir áramót var hún solo, nú eru sko það bil svona 4 kvöld sem eru dúós og svo eftir það kemur tríós og eftir það komur svo 2 kvöld sem eru skvad. Svo endar þetta á svona stóri sýningu sem í Kópavoginum í Arena. Þannig að það verður spennandi að fylgjast með því. Já, Elko-deildin alltaf á mánudagskvöldum og frábært og Aron Fannar og Ólafur Hrafn að lýsa henni. Ég hef stundum verið að lýsa henni líka. Þannig að en það rétt heyrt mér að við erum tilbúin að fara í leik. Það þá væntanlega uppbytun hérna í gangi eða þetta hann byrjaður. Leikurinn byrjaður. Denas 13 Skipper í Toilet hefur fengið að spila. Það verður gaman að fylgjast með honum. Hann yngsti leikmaðurinn hér eða? Já. Mjög efnilegur. Okay. Já, hann hjá FH. Leikmaður FH. Já. Hérna sjáum við svo Emily Frost, feldarvegnum. Já, fyrsta umferðin af 10. Það fyrsta umferð af 10. Og þetta ekki tiltilt Sónvors, þetta svona bara Sónvors sem með bara hefbundið Sónvors. Hérna Sigmar, hann að fara að taka út? Nei. Hann að taka út, það eitthvað að spila hlýtskinnið. Já, klassist. Klassist skinn, já það, eins og margir aðrir. Já, hringurinn mjög þröngur. Þeir byrja með 500 steina og 500 stál. Já. Kristó. Það Kristó í high ground, heldur því. Hann klassist high ground. Þarna líður hann vel. Í high groundunum. Já. Það ekkert hlaupið að því að taka high groundið af Kristó. Nei, þarna sjáðu hann spila. Hann náttúrulega bara kemur sér vel fyrir í svartri hettupeysu og bara spilar þetta vel. Búinn með steinana og stálið. Já, hann á ekki mikið að byggjum eftir en hann getur náð sér í byggjur ef hann secúrar killi bráðlega. Já, það fellunar og hann sjálfsögðu með skjöld. Hérna Fjölnir Bjarki Bánsi. Þarna hann, sjáu þið strákinn, hann einbeittur á svip, sér það. Já, hver tók fellið þannig? Ég sá það ekki, en þetta orðið mjög svona þröngur hringur, hann að færast mjög hratt. Hérna Gabbi og já, Stefan Baha. Þetta orðið mjög þröngt. Hann ætlar að spila medkitið. Já, það klassik. Nei, þarna Hansar. Denas 13 með fellu. Sundkappi, hann sundkappi hann Denas. Já. Ok, nýkomin á 100 metra sundspretti. Hann var akkurat að keppa í Reykjavík International Games í sundi, hann að keppa í 2 íþróttum, rafíþróttir og... Kristó fellir hann og tekur fyrsta sigurinn. Já, og þá sjáum við stíginn. Og hendir í mót, þetta baby. Hérna sjáum við stíginn. Þetta klassist í mót, þetta baby. Já, mjög klassist. Þannig að eftir fyrstu umferð þá sýndist mér Denas fyrir með 10 stig. Þú sjáðu bara eftir 10 sekundur að fara í leikinn og Denas var með 10 stig, Kristó sýndist með 10 stig. Já. Þeir eru jafnir á toppnum, en það eru 9 svona umferðir eftir. Svo kemur smá pása og svo tökum við aðra 10. Þannig að hann verið fyrirkomulega í dag. Þetta gott tempó. Já, þetta svolítið öðruvísi heldur en hefðbundin Battle Royale. Var eitthvað sem kom þér á óvart? Nei, bara klassist að sjá Denas og Kristó á toppnum. Þeir eru bara skipta toppnum með sér oft eins og var í Elko-deildinni. Já. 5 sekundur í næsta leik. Já, við erum klári í næsta leik. Það gaman að sjá hvort við sjáum Kristó halda hæggrundinu svona vel áfram. Hvort hann halda vel með dag. Það svolítið hans. Já. Já, en það náttúrulega líka mál að því hærra sem þú byggir upp, því fleiri vilja fella þig niður. Nákvæmlega, bara eins og í lífinu. Herra, hann með sverð. Þetta
Þetta er sverð sem að ég man ekki alveg hvað heitir. Já, Kristó er uppi, þetta er svona movementið, hreyfingin svolítið, Já, er þessu sverði. þetta heitir Typhoon Blade. Typhoon Blade, hvað er þetta bara sverð? Emil hérna með eina fellu. Það gefur honum 2 stig. Falkoninn með fellu, pottslagur. Efnilegu leikmaður. Hann er Byggir sér vel, kemur sér fyrir með nóg heldur stáli. veggnum. Playboy Nökkvi líka, ekki með eina fellu. Nei, Búið með stálu sitt. búið með stálið, leita sér eftir þægilegu rétthandar gæju, leita sér að gæju. Já, ég vil enn og aftur minna áhörundur á. Það er verið að tínast inn áhörundur, koma inn í Laugardalshöllina, inngangur A, salur 1. Fylgjast með þessi beinni. Það er Skipiti með eina fellu. Vel gert hjá Skipiti. Herðu, hann tekur þarna mikið damage og fellur úr leik. Denas með 3 fellur, hvílíkt. Hvað er hann að fara að Herðu, gera? hann ætlar í high ground baráttu, sýndist hann ekki hitta þannig, en hann er í góðum málum samt. Ætla Denas að sigra Efsko-deildina 2024 og riggmóti líka, ég veit það ekki. Sjáum hvað hann gerir. Þarna er einhver að taka fellu, þetta styttist. Já, sýnist það séu 6 leikmenn eftir. Af 10 sem hófu leik. Það er Bjarki með fiski. Hann er líka með teleportgrímuna. Fellur fyrir hvað, Emil eða ekki? Bjarki úr Fjölni fellur þarna fyrir Falkon Emil sem er í ágætismálum. 2 fellur. 2 fellur, er að hlaða, óáreittur, sér þarna mögulegt fórnalamb. Kemur sér vel fyrir. Þetta? Já, fer aftur inn í hringinn, Nökkvi hérna. Tætt var það og það er Sigmar Með fellu. með aðra felluna sína í þessum leik. Ætlar hann á þriðju? Nei, hann er tekinn út af Denas. 4 fellur á Denasi, 2 leikmenn eftir. 4 fellur á Denas. Það eru hvað, 8 stig í pottinum? 8 stig fyrir þessar 4 fellur? Já, 8 stig í pottinum fyrir þessar 4 fellur. Það eru 2 leikmenn eftir. Ætla að sé þá Kristó sem þannig að bera dyrum. Sýnist það. Já, Denas með 22 stig, Ækristó með 20 stig, Sigmar er 3 með 15 sæti, 15 stig. Þannig að við sjáum hvort að þú veist, þetta áttur að halda svona áfram, að þeir voru toppnum, eða er ykkur að fara að challenge á? Maður veit ekki. Þetta stefnir í hörku viðreik. Það má alveg sjá, það er talent þarna sem er að ógna. Sigmar er að ógna, er í 3. sæti. Það eru 8 svona umferðir eftir, þannig að það er nægur tími. Tækla þessi 18 sko. Það getur allt gerst. Þannig að þið sjáu tempóð á þessu. Það er hátt tempó. Já, mikið hratt tempó, stuttir leikir, 20 samtals. Já, og menn þurfa að halda fókus. Þetta eru 20 leikir samtals. Já. Það eru 2 búnir. Það eru 11 sekundur í næsta leik, er okkur tilkynnt hérna í eyranu. Jú. Leikmenn eru byrjaðir að gera sér klára, maður heyrir í þeim hérna. Akkurat, þeir eru að sækja sér svona hvaða vopn þeir vilja og svo sjálfsögur byrjaði með, já, hérna er þeir byrjaðir. Denas 13. Denas 13 kom með 4 fellur. Þetta er kannski gamalt frá því, kannski er þetta að telja frá upphafi sko. Já, ok. Frá upphafi á Sónvorsinu sko, við sýnist það. Ok, ég skil, Svona 4 tótal. Það er mjög mikilvægt að fá að vita það, þannig að það er ekki beint að marka það sem við sögum hér áðan hverja fellu að hverju sinni vegna þess að þetta er samanlagt. Já, samanlagt sko. En það er hlægilegt að sjá það strax bara. Já, já, Sigmar með hvað 2 fellur samtals og hann situr í 3. sæti eins og staðan er núna. Nökkvi með 3 fellur samtals. 1. sæti er sjálfsögðu Denas og í 2. sæti Kristó. Hérna er Emil. Komið sér vel fyrir, hann er með 2 fiska, getur komið sér vel. Fljótur að taka þá, fær 40 skjöld fyrir þá. 1 fallinn, hann er Ækristó. Kristó hangir uppi, Denas er að spila svolítið low ground, hann er góður þar. Kristó sýnir okkur lyklaborðið, sjáu þið músarhefingarnar hjá honum? Já, hann er að spila á svolítið lágu sensi síns mér. Já, við erum náttúrulega með 2 Kristó, 1 Ækristó og svo Kristó með setu. Já. Sjáum kassana sem er að myndast þarna í kring. Kappi Hills, fyrsta sem við sjáum á honum, hann er að taka fellu þarna, 3. fellan samtals. Já, gerir þetta vel. Slakur að sjá.
lætur 100.000 króna verðlaunaféð ekki stíga sér til höfuðs. Bara eins og þú sagðir áðan, þetta allt upp á menningun að gera sko. Já, þetta menningarlegt og það vel hægt að monta sig að þessu. Já, ég meina, já, Stefán Baha með eina fellu. Ég myndi borga talsvert meira en 100.000 krónur fyrir að vera nógu góður til að sigra þetta mót, getið sér þér. Já, það svoleiðis. Ég myndi monta maður því. Já, ég var svolítið lélegur í Fortnite, samt var ég að streyma á fullu, svo var ég betri. Ég með 800 klukkutíma í leiknum, sko. Já, ég sennilega með talsvert meira. Það svoleiðis. Tekur einn út hérna, Sigmar með 3 fellur í heildina. 2 leikmenn eftir, það Sigmar og þetta Hílof. Sjáðu, hann að spila á controller. Og Kristó á móti Sigmar. Þetta vinaslagur, ekki sá fyrsti. Kristó hefur betur. Glæsilegt. Og Kristó 3 fyrir búnar og Kristó á toppnum. Kristó í fyrsta sæti núna. Já. Og það einhver, sagtu hver öðru sæti? Mér sýndist það að vera Dennis. Já, þeir eru svolítið, þetta var svona í Elko-deildinni 2024. Já. Þá voru þeir að skipta á milli sín fyrsta og öðru sætinu. Hann vann hann Dennis. Já. En Kristó gefur ekkert eftir. Nei, það spurning hvort að Dennis sé að fara að halda þessu vinnstríki hjá sér. Já. Og eins og staðan núna eins og ég segi, þá hann og liðsfélagar hans á toppnum í dúamótinu í Elko-deildinni. Já. Og Kristó akkurat mjög ofalega í þeirri stigatöflu líka. Hann nú eru 3 fyrir búnar, 7 eftir af þessum fyrri helming, eins og við köllum það. Já, svo verða tekin viðtöl. Akkurat. Þú mást tala við leikmennina, sjá hver þeir eru að stærsta sig og við erum byrjaðir í næsta leik. Já, æsi spennandi. Kristó að taka 100 damage sýndist mér, hvítt allt. Þarna tryggði hann sér felluna. Komin í 4 samtals. 8 stig þá fyrir fellur. Fjölnir Bjarki nota grímuna þarna grimt. Hún skemmtileg, teleporta sig. Já. Hefurðu prófað hana? Já, þetta skemmtilegt moment, þannig að nota hana vel. Það fara að nota hana núna. Já. Nei, hann nærði ekki taka tíð, tekur fall damage. Já. Stefán með 4 fellur í heildina. Efnilegu leikmaður. Hann ungur og efnilegur. Enda með 4 fellur. Já, nóg að lúti. Hann að hreyfa sig, finna betri staðsendingu, góður þarna. Heldur veggnum, gerir þetta vel. Já. Búið með stálið, sér Kristó þarna, ætlar að ná ykkur píkja á hann. Tekur 30 skada. Tekur 30 skada. Tekur 30 skada, nær gæjina Kristó. Þá það Dennis. Sundkappinn sjálfur. Leitra gæju, sér þarna Kristó, nær ekki. Byggir vel. Hann þarf að setja á sig skjöld. Já, hann með nóga efni eftir. Hann dreifir efninu vel milli við stál og múrstein. Hækkar sig vel, ætlar að ná þessu mini. Það verið að pressa á hann, það ekkert auðvelt að potta sig upp í þessari viðureign. Nei, einmitt. Og svo sjáum við Skibidi Toilet sem lár í hvíta hílinu sinu. Dennis fer í highgroundið. Notar sverðið. Hann hlaut að koma að því. Já, hann ætlar að eignast þér highgroundið. Sverða þessu upp, hann er dýrt. Tekur mikinn skada þarna. Það eru 3 eftir. Gerir vel að byggja sér niður þarna en mér sýnst að vera Kristó sem tekur hann, já. Kristó, Hitta hann ímótið. Sigmar? Hittaði Kristó ímótið þarna. Mér sýndist það. Mér sýndist það. Það eru stælar. Gabbi kemur aftan að Kristó. Gabbi helst í storminum, fellur í storminum. Já, 2 leikmenn eftir. Sigmar og Kristó, félagarnir. Teleporta sig upp. Það ekki nóg. Nær því ekki. Fellur í storminum. Þannig líkur þessum leik. Heyrðu. Það er Kristó þarna lengst uppi að hitta þetta baby ímótið sem hann virðist alltaf vera þekktur fyrir. Sigmar í öðru, Dennis í þriðja. Og eins og ég segi, þetta baby ímótið. Mjög klassist ímót. Þetta er klassist ímót. Þetta er alveg svona með þeim betri. Sko. Þetta er töff. Þetta eru stælar. Við erum ennþá með sömu topp 3 en þeir eru í öðru röð. Já. Þannig að þið sáu að Kristó er núna í fyrsta.
Sigmar Eður og Dennis Dottir niður í þriða. Þetta fljótt að breytast. Já, jafnvel spurning hvort einhverju leikmenn í fjórða eða fimmta vilja færa svo ofar. Já, það var gaman að sjá hvernig neðstu sætin eru búin að breytast. Það þarna Gabby Hills komin í fjórða, Falcon Emil fylgir stuttlega á eftir. Það ekki svo mikill stigamunur þarna á. Já, og við erum að fara í fimmta leik af 10. Fimmta leik af 10, það byrjað Kristó efst uppi. Honum Fílar líkt. sér best þar, það honum líkt. Erfitt að taka þessa stöð á honum. Já. Trúðu mér, ég hef reynt. 9 leikmenn eftir af þessum 10 sem að hófu leika. Ég lít hérna yfir leikmennina og sé þeir eru vel innbeittir. Allir 10 með tölu. Þeir eru locked in, svo ég fá að nota enskuna aðeins, grípa hans í hana. En það Gabby Hills, hann í fjórða sæti með 5 fellur í heildina. Virðist rólegur. Já. Búinn að boksa sig inni, boksaður inn í Stefán Baha með 66 hvít, tekur felluna. Já. Missir vegginn, fljótur að forða sér. 8 eftir af 10. 8 eftir af 10. Þeir halda sér lengi á lífi. Já, sjáuð, þeir eru fljótir að tönnela eða ganga. Þannig Frost með eina fellu, mjög efnilegur leikmaður. Hann innbyttur að sjá. Flott skinn. Virkilega töff. Fellur fyrir Emil sem komið 7 fellur í heildina. Já. Gæti verið að hann færi sig upp í þriðja sætið. Já, Emil gæti vel tekið þriðja sætið. Það væri bara mjög flott hjá honum. Hann er búinn með múrsteinana og næstu í stálið. Hann er nóg eftir af við, þó að það haldi ekki jafn vel. Það samt meiri líf í byrjun, sko. Já, til að byggja fyrst, sko. Hann Kristó. Það gott til að pússa, til að pressa. Akkurat. Þarna. Kristó slagur að hitta þetta baby ímótið sem hann virðist alltaf að vera þekktur fyrir. Já. Með 5 fellur í heildina. 5 fellur í heildina. Þeir eru 3 leikmenn eftir. Ætlaði að sé Kristó, Dennis og Gabby. Já. Það Gabby Hills. Smá veisnum að komast út hana, nei, kemst samt. Gabby, Kristó, þeir eru 2 eftir. Þá einvígi. Þetta 2 talentar. Já. Hann tekur hæggrandi hana, vel gert, hann... Opna glugga en Kristó fljótur að bregðast við. Og hérna sjáum við bara svart og hvítu að Emil er komin í annað sæti. Emil er komin í annað sæti. Ég sá samt ekki alveg hver var komin í þriðja sætið. Nei, það var held ég Falcon Emil. Já, akkurat. Emil var komin í annað sæti. Emil var komin í annað sæti. Þannig að þriðja sæti var þá... Það var ekki Dennis, það var hérna... Þetta er skjótt skipast fyrir ekki Sigmar lofti. heldur. Þá höfum við 5 umferðir í viðbót. Já. Áður en við tökum svona smá hlé og viðtal við leikmenn og slíkt. Við erum hálfnaði með fyrstu umferð. Það getur allt gerst. Við sjáum að það eru að breytast sætin eftir hvern leik. Já, ég verð að spyrja þig, Brynjar. Hefur áður verið að lýsa rafíþróttum áður? Nei, það hef ég ekki gert. Og það gerir þetta í fyrsta skipti og gerir þetta vel. Takk að kjalla fyrir það. Fæddur í þetta. Já, ég hef verið að lýsa svolítið á mínu eigin strími þegar ég er með svona gjafaleiki. Já. Þá Akkurat. Já, maður hefur lýst ímsu, en við erum byrjar. Kristó, 6 fellur í heildina. Þarna sjáum við hvað hann gerir vel. Hann eignar sér nóga plássi með stálinu sínu. Hann tekur sitt pláss. Leikmenn vita ekkert hvernig hringurinn áttur að þróast. Bjarki. Þetta leikmaður Fjölnis hérna, einbyttur á svip, að spila á kontroller. Já, fyrst þú minnist á Fjölni. Ég var einmitt að þjálfa rafíþróttir hjá Fylki, sko. Já, ok. Það var Fortnite. Það granna slagurinn. Þannig að, já. Það er Gabby, með sínar 8 fellur, slagur. Slagur lendir í sama boxi þarna og hvort það var Stefán, náði ekki að sjá það, en þeir eru búin að fjallast. Já, hann er vel boksaður inni, á nóga efni við. Nóga efni, nóga heals. Já, leikmenn verða að velja vel hvaða heals þeir vilja. Vilja þeir línja, vilja þeir fiska, vilja þeir medkit. Hvað halda þeir að skila þeim ekki bara vinningsfíinu, heldur líka heiðrinum að fá titilinn? Já, það er allt sem spilar inn í.
Stefán með 5 fellur í heildina. Stefán með 5 fellur, búinn að staðsetja sig vel. Denas kemur sér vel fyrir. Hann góður að spila lógrátið, gerir það virkilega vel. Bara slagur. Og nær killi þarna, þetta Kristó sem hann tekur? Ég sá það ekki. Það erfitt að sjá það vegna stormsins. Já, fljótur að taka mínín. Tekur mínín, næra skellunum. Hásig, já, hann nær því, verðist vera. Sigmar með 4 fellur. Það Kristó sem tekur hann? Vincent, já, hann gerir það. Kristó komin upp í 7 fellur í heildina. 119 og tryggir fellina hana. Já, glæsilegt hjá Kristó. 8 fellur í heildina, þeir eru 4 eftir. Það voru nú 3 þá. Stefán. Félur sig þarna undir. Hann með medkit, nýtir það vel. Þetta Heal-off. Emil hérna með 10 fellur. Þetta Heal-off en hann virðist þurfa að færa sig. Þannig að það spurning hver nær skoti. Já. Minni áhörendur ennþá á sem heima sitja. Sjá hann rólegur þarna en það Heal-off. Heal-off og það Kristó í fyrsta. Það Gabbi Hills í 3. og Falcon Emil. Emil í öðru. Sko, hvaða leikmaður af þessum 10 að fara að taka bikarinn heim, þannig hérna bikar. Það verður velun afhending og svo tekur þú viðtal við Sigurvarinn hérna eftir. Já. Þannig að það þessi bikar hérna. Farið ekki langt. Nei, mjög stutt eftir en hérna, já, ef þið sitja heima, þá vil ég hvetja ykkur til að mæta hérna í Laugartölluna, inngangur A, salur 1. Og við sjáum stigatöfluna. Fólk að tínast inn. Kristó kom með 73 stig. Sittur þar þægilega í fyrsta sæti. Munar hvað, 22 stigum? Já, en það hægt að tryggja sér ansi mörg stig í hverjum leik. Já. Svo nú ekki neitt tími til að fara að slaka. Nei. Þetta bara að gefa í. Gabbi náttúrulega í 3. þannig að ég vil sjá eitthvað þessum leikmönnum í 4. og 5. að taka, rífa sig upp á toppinn. Kristó kom með 11 fellur. Já, 9 leikmenn eftir. Og heldur sér uppi. Það einhver sem þarna allar að skora hann á hólm. Hver það? Sé ekki alveg hvað Kristó fílar það ekki en færir sig. Já. Það snýst svolítið bara að byggja sig inni og taka Heal-offið að lifa af í endan sko, nema og vilja fá þessa fellustig sko, þannig að það dugir kannski ekki alveg. Já, þau geta verið dýrmætt fellustiginn sko. Þannig að ég segi þetta sé einhvers konar blanda. Vera öruggur, híla sig upp, bóksa sig inni en samt reyna að tryggja sér einhver fellustig. Já, Sigmar með 4 fellur í heildina. Það Denas 13 sem spilar hægrandi núna. Já, gera það vel. Það ákveðið statement. Hann að segja ég get líka spilað hægrandið. Já, hann dottinn úr topp 3 en það eru nógu umferðum eftir. Getur allt gerst. Hérna í beinni útsendingu úr Laugardalshöllinni í Reykjavík International Games í Fortnite rafíþróttum í boði Elko, Kia og Luka sjálfsögðu. Bjarki með sína 2 fellur, hungraður í fleiri. Hann hungraður í fleiri. Hann unranked 8% sýnist mér. Og þarna ætlar hann að sækja sig killi, hann gerir það. Tekur 3. felluna sína. Tekur 3. felluna. Sjáum Sigmar, 4 leikmenn eftir. Sigmar kom með 5 fellur. Og Denas með sína 6. Denas með 6. 100 skjöldurinn farinn. Byggir sér háttu. Hann þarf að gera það. Þarf hann á að poppa hann á mini. Nær að poppa skjöld. Fiskurinn kemur á góðum nótum. Byrjar að pressa. 2 leikmenn eftir. Hvernig Denas að fara að taka út? Þetta eru dýrmætt stig. Denas á móti Sigmari. Sigmar að klára byggjurna sínar. Sigmar á 8 byggjur eftir. Neðri helmingnum með medkit. Þannig að hann gæti unni Heal-offið. Hann mun vinna Heal-offið. Denas veit það. Hann ætlar að lauma sér aftan á hann, sýnist mér. Hann gerir það.
En Sigmar segir nei, þú trixar mig ekki svona. Þetta er Já. ekki fyrsti leikurinn minn. Sigmar í öðru seti með 61 stig og já, dottir niður í 5. og 7. seti er Denas. Já. Og það eru, að þessum 10 umferðum sem við erum byrjaði með, þá eru 4 eftir. Hárrétt. Þannig að við erum bara að halda þessu tempói hérna í Laugardalshöllinni og eins og við sjáum hérna fyrir aftan okkur að það er fólk að tínast hérna inn og góð stemming, áhörundur eru locked in. Hvernig er stemmingin í salnum? Fín stemming. Er það ekki? Kristó á toppnum, Sigmar í öðru, Emil 3., Gabbi 4., Denas 5., Steffen 7. og svo framvegis 11 fellur, greinilega skila þeim. Við erum komnir í leik, ég heyri það bara á lyklaborðunum hérna fyrir aftan mig. Já, akkurat, Fengum að sjá hann aðeins og Sigmar er komið 7 fellur akkurat. í öðru sæti. Hann er unranked Elo 2, veit samt ekki hvað það þýðir. Það þýðir hans góður. Það þýðir hans fín, ég held að þessi bestur sé ekkert mikið að spila eins og rangt og stressa á því nefnum bara að komast í kannski mót. Sjáum að sko fyrir aftan okkur eru bara topp 10 Fortnite spilarar á Íslandi. Já. Að keppast hérna Það er talent í Laugardalshöllinni. Kristó. Bjarki, Fjölnir, Bjarki, fyrir Fjölnir. Svo er Bánsi hérna fyrir aftan. Það er verið að pressa á honum, hann heldur veggnum. Hann er að byggja stál. Já, hann á lítið eftir af stálinu. Lítið eftir að stáli lendir í kassa þarna og þeir fellur fyrir Falcon, Emil. Akkurat. 12. Kristó með 11 fellur. Já, hann er með 2 fiska tilbúin í heal-off til þess þarf í endgameinu. Já. Þannig að Gabbi Hills hérna. Steffen með sína 6. Búið með allt healið sitt. Búið með allt heal, þarf að tryggja sig kill. Hann er lág á lífi, nær skotið þarna 25, sýndist mér. 7 leikmenn eftir það bil. 6 fellur hjá Steffen. Hann sér þarna, nær ekki að hitta hann. Denas með sína 7. Vill komast aftur í topp 3. Þar vill hann vera. Sigmar veit nákvæmlega hvað hann er að gera. Það er verið að sækja hart að hann hana. Úr öllum áttum. Úr öllum áttum. En það er... Hvern tók hann hana? Hann tók Kristó. Hann tók Kristó vinn sinn, náði að hefna sín hana. Já, tók út Kristó. Það er 2-1 hjá þeim bræðurum. Þarna er Emil með sína 12 fellur. Hann á ekkert hvít til. Nær hann fellurinn, nei það er Sigmar sem tekur fellurinn og kom með 9 fellur í heildina núna. Sigmar, hann er að gefa í. Sigmar, við sjáum það. Gabbi með medkittið og fisk tilbúin í heal-offið. Hvað gerist hjá Denasi sem að fellur í storminum? Þá sjáum við það hvernig það getur tryggt sigurinn að vera með hvít heals sem er þá medkit og fiskar. Kristó í fyrsta, Sigmar í öðru. Mikið rétt. Sástu hver var í 3. seti? Ég náði ekki að segja það. Nei. Fáum það upp á skjáin. Eftir smá stund þá fáum við það upp á skjáin og núna eru 3 umferðir eftir af þessum 10. Þetta gengur hratt fyrir sig sko. Já. Gengur frekar hratt fyrir sig. Tempo. Já, mikið tempo. Sjáum hérna. Kristó fyrsta, Sigmar öðru, Gabbi 3., Emil 4. og Denas í 5. Þetta er hvers manns leikur. Já. Það getur hver sem er stóli sigurinnum en það er þetta ekki hálnað. Nei. Þetta er einmitt sko bara eins og við segjum topp 10 Fortnite spilar á Íslandi. Sjáum að leikmenni er að fara að hefja leika. Gabbi með sínar 11 fellur. 11 fellur, leitast eftir að bæta þar í. Mér skilst að þetta sé 8. Heldur veg, það er verið að taka hann út, hann að Steffen er að taka hann út. Og með 8 fellur Denas, með 7. Já. Hérna, já, þetta er 8. umferðin eða ekki? Þetta er 8. Nei, þetta er 9. umferð.
Já, er þetta 9. Þetta er 9. umferð. Já. Skipir í toilet þarna. Lítið búinn að sjá honum, hann er með eina fellu. Heldur vegnum. Nær ekki skotinu. Á leikmann. Já. Þetta er spennandi. Ein fella hjá Þarna honum. sér hann nær skoti, sá ekki hvað það mikið. Þarna 111, hvítur. Tekur fellu. Tekur fellu, kom með 2 fellur. Þetta var glæslegt hjá honum. Mjög flott hjá FH leikmanni. Ungur og efnilegur. Já, 5 leikmenn eftir. Það er Nökkvi með 7 fellur, leitst eftir að koma sér inn. Gerir það. Slakur á svip. Falkon Emil með 13 fellur. Já, það er aldeilis glæsilegt hjá honum. Og eins og ég segi, eftir síðustu umferðina, sko, af þessum fyrri hálfleik, þá munum við taka viðtal við fyrsta og annað sætið. Þannig að það lítur allt út fyrir að það sé þá Kristó eða Sigmar, mögulega Denas eða Emil. Það bara verður að koma í ljós eftir þessar 2 umferðir. Nú sjáum við að Denas er búinn að vera svolítið uppi núna, búinn að færa sig aðeins ofar. Denas er byrjað að regna sér hægrandinn. Og kannski orðinn heitur. Já. Nökkvi náttúrulega með sínar 7 fellur. 4 leikmenn eftir. Gerir þetta vel. Sýndist, já. Steffen líka. Ótrúlegur hraði þarna á leikmönnum. Denas með 8 fellur. Hann er alveg að klára byggingarefni sín. Hvað tekst honum að gera á móti Emil? Eru 3 þarna eftir. Sjáum að byggja sér listilega upp. Hann er með engin hvít hils sem Steffen heldur. Fellur þarna fyrir Emil sem er komið 14 fellur. Það er slattað stigum. 28 stig, bara fyrir fellunar. 28 stig bara fyrir fellunar. Fellur í storminum. Þá er það Kristó. Við sjáum að þetta er Emil að verða tæft. Þetta er að verða tæpara og tæpara. Sigmar, já. Sigmar var öruggari með fórustu áðan. Nei, Kristó segi. Já. Þetta er að koma inn í 11 stiga fórustu Þarna sjáu þið leikmennina. Þeir eru spenntir á svip. 5 leikmenn þarna megin og 5 leikmenn hinum megin. Í Reykjavík International Games. Kristó í fyrsta, Emil í öðru, Sigmar í þriðja. Denis er komin í 4. sætið, Gabbi er í 5. Það er mjög lítill munur á 5. og 4. sæti og líka lítill munur á öðru og 3. sæti. Já. En Kristó er á toppnum með 88 stig. Er hægt að ná, getur Emil náð það mörgum stigum að hann komist upp fyrir Kristó? Já. Hann þarf alveg nokkra fellur fyrir það og að vera frekar ofalega. Hann getur það, hann þyrfti, það fer nú eftir hvernig Kristó gengur líka. Ef að Kristó deyr strax þá þarf hann nú bara 4 fellur og 5. sætið eitthvað. Það er lítið mál. Svo sjáum við að Denas er að gera sig kláran. Hann vill komast upp úr 5. sætinu. Hann er með þessa SMG sem er gullið sem er alveg frábær og grímuna. Hann ætlar að fara upp. Nær ekki að senda grímuna ofan en þetta. Hanna fer hann á stað. Nær hægrándunum. Skipiti að gera sig kláran, byggir sig. Tekur hérna 70. Það er Kristó sem að tekur skipiti þarna og er komið 13 fellur. Fellur fyrir Kristó. Hann birtist þarna að ofan. Já. Það má sjá mikið öryggi hvernig Kristó spilar. Já. Bjarki með sínar 3 fellur. Hann er búinn með múrsteinana. Búinn múrsteinana á stálinni. Já, Gabbi með sínar 11 skipti yfir í það. Gabbi hils með 11 fellur. Þetta er þó Bjarki sem við sjáum hérna. Akkurat. Gabbi hils með 11 fellur. Ætlar að tryggja sig hann, tekur 68. Langar að klára. Sigmar sýndist mér. Já. Hann er ofurrólegur. Með shotgun og AR og þessa grímu. Steffen með sínar 8 fellur. Og bara stórt shoutout á þá sem eru að horfa á Twitch líka. Þeir eru frábær og allir sem heima sitið. Sigmar 11 fellur. 4 leikmenn eftir. 4 leikmenn eftir. Þarna fara þeir að hittast. Fiskurinn dýrmætur, medkitið dýrmætt hjá. Ég minni
sem hringurinn er, því betri eru leikmennir. 3 leikmenn eftir. Emil að fara að koma sér í fyrsta sætið? Það er verið að pressa á hann hana. Það er Bjarki komin í hægrándið. Ætla mögulega að tryggja sér sinn fyrsta sigur í dag. Vill ekki leyfa neinum að taka þetta hægránd. Er það Sigmar sín sem er? Nei, jú. Og fellur í stormi. Tæpt varða. Þar hafið það, kæra áhorfendur, Emil í fyrsta. Við einmitt ræddum þetta, hvort þetta getur gerst, og þar höfum við það. Það getur gerst. Þeir eru þó jafnir á stigum með 95 samtals. Já, og þá, það sem dugir þá er að, já, Sigmar er í 3. Það sem dugir þá er þá held ég fjöldi sigrar sem að trompar fjölda fellna upp á stigagjöfina. Þarna sjáum við stigatöfluna. Þannig að það eru fjöldi sigrar sem að trompa fellur. Já, og núna er það bara þannig að, já, þessar 10 umferðir eru búnar. Fyrri helmingur. Já, það var skemmtilegur fyrri helmingur. Virkilega skemmtilegur. Sem við kláruðum hérna á klukkutíma. Já, segðum við, var eitthvað sem kom þér á óvart? Sko, mér fannst koma mér á óvart að Denas væri ekki topp 3. Já. Það er honum líkt og mér fannst flott hjá Emil á lokametrunum að koma sér upp í fyrsta sæti. Já. Hann er búinn að vera mjög duglegur í Elko-deildinni. Ég er sammála, ég meina það kom svolítið óvart með hvernig á horfði. Þannig að fyrir hluta fyrstu umferðar. Sko við sjáum það líka, nickname hans Emils var sko Elko-deild Emil þegar hann byrjaði í Elko-deildinni. Það var mjög skemmtilegt nickname sko. Já. Og leikmennir hafa svolítið verið að breyta nöfn bara til að stríða okkur lýsendunum. Já. Mér fannst gaman að sjá hvernig Kristó sannaði sig sem svona karakter með að geta spila bæði hæggrúndið og svo færði hann sig þarna aðeins neðar, var að spila milli high og low ground. Sammála því. En sýndi að hann var virkilega þælur. Algjörlega. Þannig að bara eftir örskamma stund þá erum við að fara að taka smá pásu af því að leikmennir þurfa aðeins að hvíla sig, fá sér kannski aðeins að drekka og teygja úr sér. Það er svo mikilvægt í rafíþróttunum að teygja svona úr sér, gera teygjur. Við kendum þetta þegar við vorum að þjálfa rafíþróttir. Þetta er líkamlegt. Ég ekki á Fylki, fá sér drekka nóg af vatni og svona. Þannig að bara ekki fara langt, vegna þess að við erum að fara í örstutt skilaboð. Svo komum við aftur, tökum viðtalið fyrsta og annarsætið. Það er Emil og Kristó og ræðum stigatöfluna og hvað er að fara að gerast. Þannig að, og tökum síðustu 10 leikina. Þannig að ekki fara langt og við ætlum að fara í örstutt skilaboð. Ha.
Jú, komið þið sæl aftur, kæru áhörendur, Stefán Atli hérna með ykkur í Reykjavík International Games Elko-deildinni. Við erum búin að vera að spila 10 umferðir af Zone Wars og með mér er hann sem er í fyrsta sætinu akkurat núna eftir 10 umferðir. Það er Emil, hvað er sæll Emil? Takk. Herðu, segðu mér Emil, hvernig líst þér á þennan bikar hérna? Mér líst bara mjög vel. Fyrsta sæti, Riggmót Elko 2025, 65.000 krónur í verðlaun. En eins og Brynjar sagði áðan, þá snýst þetta meira heldur peninga en það snýst heiðurinn að vinna fyrsta sæti á Riggmót Elko. Já. Þannig að þú getur skoða þetta eins og sé sko hvort það langi virkilega til að vinna þetta og halda það áfram að standa þér svona vel í fyrsta sætinu. Hvað fannst þér svona koma, mest á óvart í þessum 10 umferðum? Það voru allir lifandi mjög lengi. Já, sammála því. Og svo bara, já, allir að reyna að fara á hætt. Já, fara á hægrándin. Segðu mér annað, ert þú að æfa rafíþróttir með ykkur aðeldafélagi? Nei. Hefur hugsað þér að æfa? Til dæmis ég var að þjálfa rafíþróttir á Fylki 2020 og svo eins og þú sér þér hann hérna Bjarki hjá Fjölni og fleiri leikmenn hjá öðrum aðeldafélagum. Er það eitthvað sem þú ert að velta fyrir þér? Já, ég er að spá aðeins en ekki alveg komin. Já, er eitthvað svona félag sem þú ert að hugsa? Nei. Nei, mitt. Þannig að ef þið eru þjálfarar hjá okkur félögum og vantar efnilega leikmenn til að æfa hjá okkur, þá vitið af Emil sem að gæti orðið riggmeistarinn í Elko-deildinni. Þú ert náttúrulega að keppa í Elko-deildinni. Já. Segðu mér tók eftir þegar ég var að lýsa Elko-deildinni 2024 sem að Denas, næsti viðmælandi, segir það akkurat, þá var nafnið Elko-deild Emil. Hver var svona pælingin með því? Ég bara var að hugsa hvað ég ætti að breyta og svo var ég að fara í Elko-deild svo ég bara ákvaða þetta Elko-deild. Mjög flott, en hérna nafnið þitt núna, Falcon Emil, hvaðan kemur það? Peterbot, uppáhaldsspilarinn minn. Já, það er svoleiðis. Herðu, mér langar bara að segja við þig Emil, gangi er rosalega vel, takk fyrir að koma í viðtal. Er eitthvað sem þú vilt segja við áhorfendur heima í stofu? Nei, bara spila Fortnite. Spila Fortnite, nákvæmlega. Herðu, við ætlum að fá Denas hérna bara eftir 10 sekúndur, þannig að, já. Denas er á leiðinni, gerir sér kláran. Já.
Komið sæl. Já, akkurat. Við ætlum að ræða svo við Dena sem í 5. sætinu. Já, Denas 13. Já, þannig að, maður sjá. Já, ætlum að fá stigatöfluna. Hún hérna, Falcon Emil í 1. sæti og hann var búinn að útskýra fyrir okkur á hverju nafnið hans var Falcon Emil og hérna Ækristu í 2., Sigmar í 3., Gabbi í 4., Steffen í 5. og Denas 13 í 7. sæti. Hann akkurat sigraði Elko-deildina 2024 eins og við höfum rætt áður og þess vegna er tilvalið að fá hann akkurat í viðtal til okkar. Þannig að Sæl, Denas. Góðan daginn. Verðu velkominn. Takk kærlega fyrir. Þú varst að keppa skilst mér í sundi rétt á hann. Já, það er akkurat rétt. Ég stóð mig hrikalega vel og síðan bara koma að keppa hér. Það er alveg mjög gaman. Ok, slá 2 flugur í einu höggi, það er mjög vel á. Hérna, Semir, finnst þér að hafa góð áhrif á hvernig þú spilar að vera búinn að keppa í sundi? Núna, hendurna mér er mjög kaldar, þannig að þú veist, erfitt að koma sér í gang. Ég skil, það var eitt sem ég tók eftir að Kristó var svolítið í hætt til að byrja með. Já. Og síðan þegar leið á umferðarnar þá varst þú svolítið komin í hættið. Já, og ég benti á að hann væri kannski orðinn heitari aðeins, Denas. Já. Tókst þetta því sjálfur líka? Já, það var svolítið þannig. Já, varst það aðeins að hitna? Já. Byrjar að taka hættið, orðinn aðeins þægilegri. Hvernig leggst þetta í þig núna seinni umferðarnar? Ég ætla bara að reyna að spila high ground aftur, ég er aðeins heitari núna. Já. Og bara sjá til hvað gerist. Leikmenn að koma heitari inn í seinni umferðarnar. Já. Þú ert í 7. sæti, ert þó með 75 eins og hann sem er fyrir ofan. Það er allir voða tæpir, það er hver sem getur tekið sigurinn. Ég reikna með að þú hafi fulla trú þar sem að þú vannst nú Elko mótaröðina í fyrra. Já. Getur eitthvað sagt hvað þú ert að hugsa? Núna bara, þú veist, ég ætla bara að reyna að fá eins mörg stig, kannski komast í 1. sæti við get. Spila hætt, ná fellum. Þetta er ekki flókið. Það er líka miklu öðruvísi að koma hér, spila með öðrum heldur en heima. Heima var maður svolítið vanur, hérna bara nýtt af fólki. Það hefur áhrif, þetta er ekki þitt svona comfort zone. Nei, mitt er svona spila heima, venjast öllu. Auðvitað. Já. Það er allir leikmenn hrós skilið fyrir það, er að standa sig vel, spila sinn leik þótt að það sé ekki í sínum aðstæðum. En þetta er hluti af leiknum þegar maður er að keppa svona. Já. Maður þarf að vera undirbúinn fyrir þetta líka. Já. Þakka þér kærlega fyrir, Denas. Ég er spenntur að fylgjast með þér núna í seinni umferðum. Takk sömuleiðis. Við ætlum að taka 5 mínútna pásu, ekki fara langt, því hér rétt á eftir sjáum við seinni umferðir RIG-mótsins. Wait, is he switching lanes?
Jú, komið aftur sæl og blessuð kæru áhörendur. Við erum staddir hérna í Laugardalshöllinni, Stefán Atli og Brynjar Barkarsson. Ekki rétt. Við vorum með 10 umferðir af svoköldu Zone Wars. Það var mikið tempo og hver leikur var að meðaltali 5 mínútur. Já. Og nú eru 10 slíkir leikmenn eftir. Leikir. Já, 10 slíkir leikir eftir. Hann hérna Emil, trónir á toppnum. Já, við fengum að heyra hans í honum hljóðið. Sko hérna sjáum við stigatöfluna. Emil á toppnum, Kristó í öðru, Sigmar 3, Gabbi 4, Steffen 5, Dena 7, Bjarki 7, Nökkvi 8, Skipiti í 9, NL Frost í 10. Og hver af þessum leikmönnum er að fara að taka með sér bikarinn heim? Fyrsta sæti, Rigg mót Elko 2025. Þetta er fallegur bikar, Brynjar. Já, þessi myndi fara vel upp í hillu hjá hverjum sem er. Það hlýtur að þykja ansi fínt að eiga svona sama á hvaða heimili. Það er rétt hjá þér og við akkurat vorum að spjalla hérna við Denas og hann Emil. Já, þeir eru bjartsinir. Já, og strategían virðist vera bara að hýla sér svolítið að þegar getur komið sér vel að vera með nógu hýl svona í endan. Já, og við sjáum það líka að sko hann sem er núna í fyrsta sæti, Emil, hann er með 17 kills. Já. Eða er það Kristó sem er með 17 kills? Jú, ég held það nefnilega. Við þurfum að fá að sjá það upp. Og hérna, því að hérna sjáðu leikmenn að gera sér klára, drekka vatn og eru búin að teygja úr sér. Já. Hérna, Falkon Emil er með 17 fellur. Já. 17 fellur, Kristó með 13, en þeir eru samt með jafnmörg stig. Já, það er eitthvað sem veldur því. Það er þetta sem þú varst að segja, að það borgar sig að lifa af, vera með heals, vegna þess að þetta er meira en bara fellunar. Þetta er svolítið að lifa af storminn og geta haldið vegg, verið með næg heals og tryggja sér þannig stig. Og við sjáum það bara á fellumununum. Það er rétt sko. Hérna sjáum við leikmennina sem eru á vinstri kantinum. Þarna sjáum við til dæmis Skipiti og svo er Bjarki Panda þarna og fleiri. Bjarki Panda er þarna númer 4, Skipiti hérna númer 1. Leikmennir eru að gera sig klára á. Mér langar að minna áhörendur, já þarna eru leikmennir á hægri hönd, þarna eru Denas og fleiri. Kristó, Sigmar, heldur betur. Emil. Þarna er akkurat Emil lengst til hægri sem við tókum viðtalið á það. Steffen lengst til vinstri. Þetta eru spilarannir okkar í dag og mér langar að minna á það, talandi um það. Það er streymi hérna í gangi, náttúrulega sjálfsög á Sjónvarpi Símans, Twitch á Rafíþróttum, YouTube á Rafíþróttum, Facebook á Rafíþróttum og klukkan 7 í kvöld verður Counter-Strike. Leikurinn sígildi. Akkurat hann, Óli Krummi og Tommi verða þá hérna í okkar stöðu að lýsa. Þannig að ekki fara langt og horfið endilega í kvöld. Ég langar að minna á það. Og að sjálfsögðu, eins og kemur fram, þá er þessi útsending í boði Elko, Lukalúk og Kia. Þetta eru styrktaraðilar rafíþrótta Fortnite á Íslandi í dag. Styðjum við menninguna. Þú þekkir þetta sjálfur, það er mikilvægt að hafa styrktaraðilar til þess að láta hlutina ganga. Já. Það er búnaður, það er starfsfólk sem er að framleiða, framleiðsluteymið að standa sér fárlega vel. Búnaður og bensín. Það er rétt. Og að sjálfsögðu leikmenn verðlaunaféð, 100.000 krónur. Já, 100.000 krónar verðlaunaféð sem að leikmenn skipta milli sín. Einmitt, þannig að það verður spennandi. Ég ætla svo að fara niður eftir þessar 10 umferðir og afhenda þennan bikar og þú ætla síðan að taka viðtal við sigurvegarann. Passar. Þannig að það verður svolítið spennandi. Já. Það verður spennandi og hérna ég er að spá, þú veist, maður spyr bara kannski sigurvegarann, þú veist, nú ertu búin að sigra þetta mót, Rigg-mót, Elko í Zone Wars, þú veist, ætlar að taka það með þér inn í Elko-deildina til þess að, hérna, þú veist, nýta það sem bensín inn í Elko-deildina. Þetta er meðbyr, ég myndi segja að það var ekki spurning, þetta er meðbyr. Hérna sjáum við síðan Atla sem er að skipuleggja mótið með okkur. Þarna er hann að hjálpa leikmönnum að gera sig klára inn í leikinn, sjá til þess að þetta gangi allt smurt fyrir sig. Hann er búinn að vera höfuð að herðar í íslenskum rafíþróttum síðustu vikur og mánuði. Og mikið lof skilið fyrir það. Akkurat.
og við einmitt sko já, við erum með Emil í fyrsta og það verður spennandi að sjá hvort hann haldi sér á toppnum. Já. Þannig að hérna sjá aftur stigatöfluna, Emil í fyrsta, Kristóður Sigmar í þriðja og allir þessi leikmenn, þeir eru flest allir að keppa líka í Elko-deildinni með eitthvað dúofélaga með sér sko. Ég held að eins og Kristóður Sigmar eru dúofélagar og Denas og hann hérna Jensín eru dúofélagar. Já, sem komst ekki. Sem komst ekki sko. Og hérna það kannski hefur líka áhrif. Já. Eins og fyrir hann. Akkurat. Að mæta hérna einn. Einmitt ekki með dúofélaga sem með sér, þótt að þetta sé vissulega sólókeppni. Þetta er sólókeppni en þetta er mental sport. Akkurat. Og það getur verið þægilegt að mæta þetta með vinsinum og kannski svona smá óþægilegt. En við erum byrjaðir, það er Steffen í high ground með þetta superhero skin sem að var á sín tíma bannað að hafa alveg svart. Já, það hjálpar að falla inn í en hann tekur 103 og tekur út Gabba hérna. Tekur út Gabba Hills. Fyrsta fellan. Steffen Baha búinn að hitta sig upp. Það er Fjölnis, maðurinn Bjarki. Já, sem að er í þessu bangsaskinni. Hann er Frost hérna með nóga materials og 2 fiska ef hann þarf að fara í heal-offið. Spurning hvort að medkit væri betra, sem veit það ekki. Hann, þetta er vel gert hjá honum. Já. Þið sjáu hann er einbeittur, strákurinn. Ætlar ekkert að gefa neitt eftir. Gerir þetta vel. Gerir þetta mjög vel. Færir sig, mér sýnst hann vera eiga innvegið þarna við Kristó sem er búinn að skipta skinn. Já. Hann tekur upp sverðið allar í high-groundið þar sem hún líður vel. Nei. Kristó með eina fellu. Kristó strax kom eina fellu. Fyrsta leik af 10 og leikmennir eru að gera sig tilbúna til þess að ná toppnum, taka bikarinn heim. Númer 1 eða ekki neitt. Já, sjáum hann brjóta vegginn, það dugði ekki til. Hann er að byggja metal. Alveg rólegur. Þið sjáu Kristó ekki oft inn í bóksinu með einhverjum sko. Hann er það yfirvegaður. Þarna er hann þægilegur sko. Já. Hann birtist bara. Sjáum Nökkva, gera sig kláran. Nökkvi er alveg neðstur á kortinu. Og fellur hérna fyrir. Það er Steffen komið 3 fellur í fyrsta leik. Það eru 6 stig. 6 stig strax kominn. Einhver pressar á hann þarna. Er það Kristó? Fyrir Kristó. Kristó. Kristó með 2 fellur. Er það þriðja? Þetta var vel gert en Denas 13 tekur hann. Ágættis statement hérna í fyrsta leik. Denas akkurat í 7. sæti, gæti komið sér ofar ef hann gengur vel í þessum leik. Tilbúin í heal-offið. Tilbúin í heal-offið, bæði með fisk og medkit. Sigmar virðist ekki vera með hvít til sem allar að finna hann. Þetta er alveg eins og áðan nema nú er þessu snúið við. Já, 10 eftir og þarna var Denas að næla sér í dýrmætt stig. Borgaði sig greinilega og hann færist úr 7. sæti yfir í það 3. Hann kominn á pallinn. Kominn í pall, nældi sér í dýrmætt stig, búinn að hitna greinilega. Algjörlega, þetta var óvænt. Já, dæmi hver fyrir sig. Ég spjallaði við hann rétt á hann og hann virtist öruggur. Öruggur, já. Náttúrulega Elko-deildin gefur manni svolítið búst að vera. Já, hann að sjá að umferð 2 er að fara að hefjast og stigin standa svona, eins og við sjáum við. Denas búinn að koma sér í topp 3. Steffen kominn í annarsætið. Steffen. En já, þetta er náttúrulega sko bara stigin fyrir þessa 10 sko. Þannig að ég er að fatta það svo núna. þurfum við að leggja stigin saman og þá sjáum við þetta. Við tökum þetta saman á eftir. Spyrjum að leikslokum, tökum þetta saman á eftir. Eitt leikur í einu. Denas aftur. Hann sagðist alltaf að spila high ground og hann stendur við það. Já, hvað gerir hann? Spilar á hæð. Er að reyna að tryggja sér einhverja næs gæjur, nær einu skoti þarna á Kristó að mér sýndist. Já, Sigmar að koma sér vel fyrir tilbúin með heals. Það þarf ekki að tapa heal-off í þessu skipti. Komið heals.
Double edits. Gabbi með sverðið. Hittir Denas, fer úr kassanum. Já. Já, það er... Já, og Gabbi tekur út engan. Hann er nálægt því. 9 leikmenn ennþá eftir. Það er mikið. Sjá, kemur hann? Nei, hann þorir ekki að fara í þessa skiptingu þarna með grímunni. Líka skemmtileg staðreynd sem við vorum að fá að hérna hægra meginn á skjánum sjáu þið hver er búinn að æfa sig mest í þessu tiltekna korti. Spurning hvort það sé að skila sér. Það er Gabbi tekur fella. Gabbi tekur út einhvern leikmann. Sáum ekki alveg hver þetta var en dýrmætt fella. Steffen náttúrulega kom með 4 fellur í þessum 2 umferðum. Með SMG að pressa í Superhero skinninu. Byggir sér vel inn, nær að taka 1 eða 2 mínja. Þarf ekki meira. Bjarki gera sér kláran. Bjarki bánsi. Læstur inn. Búinn með byggingarefni en hann er tilbúinn í þetta. Hann er með healsinn. En það er Kristó líka. Já. Ætli að finna hann, finnur hann þarna 116, hann er hvítur. Þeir eru 3 eftir. Kristó með hægrándinn. Það er ekki þægilegt að vera undir Kristó. Nei, byggir sér hátt upp. Hann byggir sér hátt upp og hann heldur pressunni. Já. Gerir vel hvernig hann gægist. Já, Kristó eða Emil gætu sigrað þetta rigmót. Eða bara hver sem er á stigatöflunni en Emil. Þarna sem við tókum í viðtal á hann, sem tróndi á toppnum á hann. Emil er í sama skinni og Kristó. Hann er duglegur að nota sér hílinn. Situr hliðin á honum, það er spurning hvort þetta sé reynt. Vel gert hjá Emil sem er komið 5 fellur. Það eru 10 stig í pottinum í viðbót. Fellur hérna fyrir. Sama skinni, það er Kristó, við þekkjum þetta baby í mótinu. Já, og við tökum það framvarandi stigatöfluna. Að hún er sem sagt, við erum bara að sjá stigin fyrir þessa seinni umferð sem eru 10 leikir og í lokin leggjum við stigin saman. Leikmennir okkar er eins og við sáum þarna örsnögt. Það var Falcon Emil sem endaði nr. 1 eftir fyrstu umferð. Já, hérna erum við til þess að við getum spektatað og þurfum við að gera þetta. Fórna einum í stormi. Nákvæmlega. Sjáum að, já, Emil er hérna í öðru og Steffen í 3. Í þessari 3. umferð af 10 viðbót. Kristó og Falcon Emil mættir í eftir 2 sætin þar sem að þeir kláruðu einnig báðir seinustu umferð. Já, áhorfendur að tínast inn í salinn og þetta er 13. umferð, samtals af 20. Þá er það Kristó. 4 fellur í þessum seinni hluta. Gerir þetta vel. Finnur leikmann þarna. Ætla sér að sjá opnun, pressar. Hann heldur pressu vel, hann gerir það. Já, hálfnaði með stálu sitt. Nóa hinu eftir. Sýndist að vera að horfa upp. Nökkvi með grímuna. Bóksas inni. Falcon Emil með fellu, komið 6 fellur. Já, og stemmingin í salnum er góð. Áhorfendurnir eru bara límdir við skjáinn. Þeir eru mættir til að styðja vini sína og börn og aðra fjölskyldumeðlimi. Þetta sjáum við Denas. Hitti 48 þarna á okkur. 48 blátt. 7 leikmenn eftir. Hann sagðist alltaf að spila hæð, hann er búinn að standa við það. Gerir vel. Sigmar. 126 frá Sigmari, ekki nóg til að fá fellu, en jú, klárar dæmið þarna, sé ekki hvernig hann feldi. Nei, með 3 fellur hérna í þessum seinni hálfleik. Þá er það Steffen í Superhero skinninu. Með 6 fellur. Með 6 fellur. Hittir ekki alveg. Nær ekki gæjunni þarna. Vel hugsa hjá honum. Byggir hver krók og kima, þrýrninga og allt. Þarna 40 blátt, byggir sér niður fljótur. Ætlar að klára á dæmið. Má ekki flýta sér of.
Hann að anda sig í gegnum þetta. Leikmenn fengu tíma áhandlega teygja úr sér og fara á salarni og drekka vatn og svona. Nú hlýtur að koma fella, þarna einvígi, það Kristó sem að fellur fyrir Sigmar sem í sama skinninu einnig. Þeir sitja þarna hlið við hlið, þeir hafa sennilega gert þetta viljandi til að rugla fyrir hvort öðrum. Sigmar akkurat liðsfélaginn hans í Elko-deildinni. Já, Falcon Emil líka í sama skinni og þeir sitja allir þrír hlið við hlið. Denas tók þetta, eða hvað? Já. Það Denas. Og nú 14. umferð af 20 að hefjast. Gaman að sjá leikmennina einbeitt á sviðinu í Laugardalshöllinni. Já, og ég tek eftir því að núna þeir búin að færa sig hérna í seinni umferð í sömu skins og þetta gera þeir vegna þess að þeir vilja ekki að það sé auðvelt að vita að það sé búið að taka líf af þér. Akkurat. Þeir vilja að þér sé ruglað við einhvern annan. Þetta er strategían. Þetta strategía og ég er hissað að sé ekki fleiri búin að gera þetta. Ég væri búin að grípa mér sama skinn og aðrir en þeir kannski sjá ekki allir hinum einn hvaða skinn verið að vinna með en ég myndi klálega að reyna að blanda mér inn í hópinn og villa fyrir þeir hafa nú ekki tækifæri til þess ekki fyrir umferð en í seinni umferð þá var einhverjum sem að skiptu í akkurat að þeir eru svo þétt sömu skinn. Denas 13 á lógrándinum. Sjáum svo hérna á hægri hliða Kristó, Sigmar og Emil eru búin að æfa sig mest í þessu mappi á svona Gabba og Steffen. Þetta er klassískt Zone Wars mapp, bara hringur, bara aksjón, ekki þetta hæga þar sem við erum svona að lúta á svona. Emil með 9 fellur í þessum seinni hálfleik. 9 fellur strax. Gæti tekið bikarinn heim, Skipiti hérna. Skipiti. Með 1 fellu í seinni hálfleiknum. Ein fella á stóra sviðinu hjá Skipiti. Já, leikmenn eru límdir við skjáinn. Nökkvi einbeittur. Kristó hérna 4 fellur. Já. Sama skinn og nokkrir. Gerir þetta vel, eignar sér allt umhverfið, nýtar tækifærið og tímann með hann að rólegt í kringum hann. 35 byggjur eftir í honum, Steffen Baha svipaður með 30 byggjur. Tekur skaða, fellir 1 leikmann. Og nær að tryggja sér fleiri byggjur sem nýtast vel núna. Sigmar með 5 fellur í seinni hálfleik, gerir sér líklegan. Editar vel, sér 8 tekur 30 skaða. Svæðið að minka. Sér þannig að Denas í hæð. Hann á nóga við eftir. Ætlar hann að taka hæðina. Heldur sér niðri, þarf að halda viðnum. Hann er tilbúinn fyrir allt. 5 leikmenn eftir í þessum litla hring. Það er Kristó eða Falcon. Eða Sigmar, það er ómögulegt að segja. Umferð 4 að renna sitt skeið. Það er Sigmar. Sigmar með fellir Denas, tekur hæðina. Sáum viðbröðin hérna hjá Denasi. Hann er ekki með nein heals, ekki heldur Steffen. Hvað gera þeir? Hann ætlar að taka hæðina. Hann tekir grímurinn á hátt. Fellir fyrir stormi. Það er Sigmar sem að sigrar þessa viðureign. Sjáum það að fyrsta Emil í fyrsta sæti eftir þessar 4 umferðir og seinni umferð. Að við leggjum saman stigin frá fyrri umferð og þessari seinni. Lítur allt út fyrir að Emil sé að fara að taka bikarinn heim. En spyrjum að leikslokum. Við spyrjum að leikslokum. Þetta er ekki búið fyrir en þetta er búið. En sem maður segir, it ain't over until the fat lady sings. Hárrétt og það má ekki gleyma því að þótt að maður sé með 1 HP, þá getur maður samt tekið 200 damage. Það er rétt. Og umferð, umferð 5 þá að hefjast, sýnist mér. Já, það er Falcon Emil sem leiðir. Sjáum leikmennina vel einbeitta. Fallega ljósin á lyklaborðinu, fylgjumst með Sigmari. Hann er í þrýningnum.
þekktur fyrir það. Við sjáum ekki það sem hann sér, hann væntanlega í edit mode og sér aðeins út. Að skoða í kring. Sjáum Denas vill vera í topp 3. Hann sagðist alltaf að spila hæð og hann búinn að spila hæð. Við gefum honum það. Við setjum virðingu á það, hann stendur við það. Já, hittir einhvern veginn vel, 66-33. Hann ætlar að finna sér annan, já, að pressa þarna leiðilega stað að vera í. Þarna fellur ykkur. 7 leikmenn eftir. Denas fær ekki felluna, fær 50 þarna á eitthvað. Mikill hasar. Mikill hasar, það eitthvað sem ætlar að taka hæðina. Já, örugglega. Æ, Kristó, ég þekka rétt, tekur þarna. Hvernig hann að taka? Mikill hiti. Þetta æsispennandi. Báðir leikmenn leitast eftir að hýla sig upp. Gerir svokallar 90s, kranka 90s, eins og við segjum á góðri íslensku og Nökkvi, við erum að fylgjast með honum. Sultuslagur með 0 fellur, en það gæti breyst hver sekúnda telur hérna í Laugardalshöllinni í Reykjavík International Games í Fortnite. Byggir sig vel. Æ, Kristó með 8 fellur í þessum 10, já, í þessum seinni umferðum. 8 fellur núna í seinni umferðum. Við sjáum hann fljótur að byggja. Stefán í vandræðum. Tekst að koma sér frá. Vel gert í honum. Nær að henda sig skildi. Mínirnir eru dýrmætir. Þarna hann væntanlega að bíða eftir að einhver detti niður. Þeir eru búin að skjóta hann og fella hann. 5 leikmenn eftir. Það Denas í hæð. Nær ekki fellinu þarna, en 40. Pressar. 119. Pressar. Missar hæð, hittir þarna 36 og fellir. Næ, ekki að sjá það. Sigmar, Falcon eða Kristó væntanlega. Búið með hílinn, en það er ekki Kristó. Þetta var annarkvort Falcon eða Sigmar. Kristó tekur þetta á hílinu nema að Denas í takist að koma í vekk fyrir það. Denas verður að pressa á hann. Hann reynir það, en Kristó sá það fyrir og fellir hann leið. Já, Sigmar kominn í fyrsta sætið í þessum seinni hálfleik, svo kallaða. Sjáum leikmennina ræða sín á milli og spá í spilin. Þetta er mikil keppni, en það er samt vinátt á milli leikmannina. Sjáum það. Það er virðing. Og örugglega eins og ég segi, eitthvað sem leikmennum er að æfa hjá aðeldarfélögum eins og Fjölni og FH og svona. Við erum með Bjarka frá Fjölni. Skipiti frá FH. Skipiti frá FH. Svo veit ég að fleiri hafa verið í viðræðum, en engir samningar sem hafa náðst. Sjálfur var ég hjá Fylki og svo var Atli hjá Keflavík að þjálfa, sem er að skipileggja mótið, og Sigmar hérna með 60 stig, og það er þéttur lítill stigamunur milli topp 1 og topp 5 sætana. Ég reikna með að margir fái samning á sitt borð eftir framistöðu sína hérna á þessu móti, en það er Kristó kominn í hæð. Nei, hann er að sækjast eftir hæðinni. Krankar næstu í 90s með smá þrýtingartvisti. Nökkvi byggja vel í kringu sig. Tryggir sig. Skipiti með eina fellu og góðan efni við. Gott lút. Hann sækir með sverðið, allar að fara hérna í Honum tókst vel að sækja með sverðinu í Elko-deildinni. Gefur ekkert eftir hann tilbúinn, hann passar ekki bakið sér nógu vel þarna. Jú, nær rétt að tryggja sig. Það er dýrmætur fiskur. Stressandi að vera ekki í sinni aðstöðu, heldur hérna í Laugardalshöllinni. Maður þarf að venjast pressunni. Emil með 9 fellur. Denas með 5. Ennþá margir leikmenn í spilinu í þessari 7. umferð af 10. 8 leikmenn eftir. Skellir á sig medkiti. Sigmar í hæð. Þessi usual suspects. Sigmar, Denas, Kristó. Ótrúlega leikmenn. Hann næra, já. Bjarga sér þarna. Hann ætlar ekki að vera of hátt uppi. Það voru margir sem vilja fella þig. Þetta var flott spil með sverðinu. Virkilega. Splössin komur sér vel
og aftur fer hann í hæð. Hann að spila vel á sverðið. Já, byggir hérna vel, reynir að krakka 90s með þeirri getningatfistinu. Gríman fer upp fyrir hann. Gríman upp, 70, hann fellir þarna. Náðu ekki að sjá hvern, en Gabbi Hills með 4 fellur þarna á lægra svæði. Já. Inn í þríhyrninginn og þetta. Gengur vel hjá honum, 4 leikmenn eftir. Komin inn í box með einhverjum. Fljótur út, opna glugga, hitti fyrir 90 og aftur núna fyrir frábæra fellu. 3 leikmenn eftir, Gabbi, mjög líklega Kristó, Denas eða jafnvel Emil. Það er Kristó að sjálfsögðu. 10 fellur, kemur einhverjum óvart og Sigmar vinnur hans í Usual hæð. suspects. Hann virðist alltaf fara í heal. Off, fer tilbaka, sennilega leita sér heals. Mættu strax aftur. Já. Það borgar sig að vera með splössin og ég ætla að segja ykkur það, þið sem heima sitjið, að spennan hérna í salnum, hún er áþreifanleg. Já, hún er áþreifanleg. Það er hægt að skera spennuna hérna. Með smjörhníf. Með smjörhníf. Og þau ætla sko, þessi leikmenn, þeir ætla sér að taka þennan bikar heim, taka velunarféð og fá virðingu á nafnið. Virðingu á nafnið, það er það sem það snýst allt um í endags, ekki satt. Hann sagði þetta akkurat, hann hérna, Luigi Logi, settu virðingu á nafnið. Settu virðingu á nafnið. Hvað kom aftur? Já, það kom eitthvað skemmtileg lína. Hann var með hérna... nokkri titlar og lag ársins. Já, nokkri titlar og lag ársins. Þú þekkið það? Já. Og við erum að gera okkur klár í 7. eða 7. umferðina af 10 í þessum seinni hálfleik. Nú fara úrslitin að ráðast. Það er enn óvitað hver siglir heim þessum fína bikar hérna. Já, við erum jafn spenntir og þið kæra áhörundur. Sigmar með 12 fellur í seinni hálfleik. Leikmenn eru orðnir heitir. Mér finnst við sjá það á spilinu. Já, þarna sjáu þið þá. Ljósin og lyklaborðin svo falleg. Þetta er talent. Já. Sjáum hérna Laugardalshöllina. Læstir inn. Þeir eru læstir inn. Fara æstir inn. Já. Einhverju þetta vegna erum við að fylgjast með leikmönnum sjálfum. Sjáum Sigmar. Sigmar með 12 fellur. Og þetta stórkostlega pickaxe. Já, þetta er FNCS pickaxið. Já. Ég man Fortnite Championships þegar Búka sigraði það. Ég man eftir þeirri klippu utanaf. Hann impulsaði sig upp í hæð og tók viðstöðuleysa fellu. Gæsahúð bara að tala um það. Þannig að þið kæra áhörundur sem eru að horfa á Twitch, þegar sigurmómenti kemur, klippið það á Twitch. Já. Þið þekkið þetta. Klippið á Twitch. Og tjattið lit. Ef þið tjattið mitt og tjattið lit. Emil með 9, Frost með 1, Bjarki með 1, Steffen með 12, Sigmar með 12 líka. 12 fellur, gefur ekkert eftir, heldur pressu, eignar sér vegginn, hann vil eiga þetta allt. Byggir þetta vel, 7. umferð, hálnuð. Læsist hann inni með Falcon Emil sem nýtir sér það. Og fellir hann. Sama skinn, 10 fellur. Hvað gerir Emil? Emil er hungraður í stíginn. Hann á nóg til af öllu. Brýtur, sækir á vegginn. Hann verður að fara að sparlaði með þetta splash. Denas með 7 fellur. Rekst þarna á Emil eða Kristó. Já, gerir þetta vel. 3 leikmenn eftir. Fellur þarna Emil greinlega með 11. Úf, þurft að hlaða nær þarna. Ótrúlega góðu skoti. Og refresh. En mér sýndist hann ekki fá felluna fyrir þetta. Hann hefur tímasett að leiðilega. Steffen og Kristó jafnir með 80 stig í seinni umferðinni og umferð númer. Við erum að, já, umferð númer, er þetta ekki umferð númer 8 hefjast eða 7? Umferð númer 8 að mér skilst, það verður einhver að leiða þetta ef það er ekki rétt. Já. Þannig að það eru 2 umferðir eftir. Þeir sem eru með, já, 8, 9 og 10, þá 3 umferðir eftir. 3, það er rétt með þessari. Með þessari sko, þannig að þið eru með augun á þessu. Þetta frábæra pródúser teimi okkar og allir sem standa að baki þessu. Mikill
undirbúningur, mikil vinna lögð í. Já. Þeir eiga stórt lof skilið. Mjög gaman að mæta hérna og undirbúa sér fyrir þátt með þér hérna, Brynjar. Já, takk. Við erum að hittast hérna í fyrsta skipti. Já, í raun, en höfum þekkst og höfum spilað saman Fortnite. Nákvæmlega, það skiptir mestu máli. Steffen með 15 fellur. Og hann eins og þú segir, þetta ofurhetjuskinn. Já, þetta þekkt fyrir að vera vinsælt hjá þeim sem eru góður í Fortnite. Svona svokallar svettskinn. Þetta svona svettskinn, umtalað, já. Það myndi allir vera sammála því sem veit eitthvað Fortnite. Er Steffen svett? Ég veit það ekki, hann verður að skilgreina það sjálfur. Það allir svett sér í kvöld. Hér í dag myndi ég segja. Já. Það nokkuð örugt að segja það. Við sjáum það á spilinum. Þetta ekki fyrsti leikurinn hjá þessum strákum. Og ekki seinasti, Gabbi með 6 fellur. Með hægrándið hittir hérna vel. Góð fella. 7 fellur komnar í hús hjá Gabba, það eru 14 Það alltaf fellur að stela hægrándinu. Þú sást það, hent upp grímunni. Gríman. Hann svarar í sömu mynd. Já, erfitt, þröngt. Það er þröngt þarna. Virkilega þröngt. Hann þyrfti að henda upp grímunni, gerir það. Staðstir sig, þarf að drífa sig. Nær því. Kemur sér vel fyrir hringnum. Það pressað á hann. Leiðileg staðsning svona þegar svona minkar. Þak og þrýningur. Nökkvi með hílsinn. Nökkvi einbeittur. Nökkvi virðist alltaf. Nei, það er Kristó sem fellir hann. Kristó. 13 fellur. 30, 60. Kristó. Þægilegur og hæð sér þarna að það er til loot. Gluggi, já, Kristó þekktur úr Elko-deildinni ásamt Bjarka líka. Þetta eru leikmenn sem við séð trekk í trekk í Elko-deildinni á mánudagskvöldum. Já, það kemur ekki á óvart ef að Kristó myndi sækja þetta loot þarna og reyna að tryggja sér einhver heals á eftir í leikgeim sem að koma auðvitað á. 4 leikmenn eftir. Fjölnismaðurinn, Bjarki, Gabbi Hills. Með sínar 8 fellur. 8 fellur, rólegur, Kristó, 13. Þarna hann er að sækja heilsinn, þú tókst eftir því? Ég tók eftir því, það var vel spilað hjá honum. Já, þetta er greind. Gæti endað í heal-offi. Game IQ, þetta virðist alltaf endi í heal-offi. Hann er þó með 2 medkit, ég er ekki viss hann haldi endilega hann þurfa að sækja það en hann er tilbúinn til að gera það þó. Og 2 fiska, 1 fisk, 2 leikmenn eftir. Já, hann ætlar að gera það, sérðu, hann gera það. Þetta sem ég spáði fyrir í byrjun umferðar, sækir heilsinn en hann byggði samt nóg til að láta hann halda hann væri þarna fyrir ofan. Vel spilað, tekur þetta á heilinu. Sýnir leikskilning þarna, ótrúlega leikskilning, yfirvegun. Þið sjáu Kristó ekki mikið fastan inn í boxi. Hann er fyrir utan þau, hann er að opna, hann er að sækja gæjur og tryggja sér þægilega fellur. Gerir þetta virkilega vel. Eins og þú sagðir áðan, hennan dans. Hann vil vera þekktur fyrir hennan dans. Hann er að... Hvaða tónlistarmaður er með hennan dans? Þetta er DaBaby. Er þetta DaBaby sem er í hérna levitating? Já, þetta er hérna DaBaby sem að féll svolítið af og er talað að hafi hérna fallið virkilega af en hann á þetta ímót í Fortnite, það heldur hann uppi, að mínu mati. Já, þetta er, hann gerir náttúrulega lagið hérna Rockstar Classic. Já. Eða ekki? Nei. Það er kannski Búki, er það? Það var hann, held ég sko. Ég er 90% við svona sko. Ég er ekki hérna búinn að vera að fylgjast mikið með DaBaby. Það kom út svona rétt fyrir COVID og hann var með svona grímu þegar það kom 2020. Já, passar. Á coverunum. Og sjáum Kristó með 14 felluna sínar í toppnum á seinni umferðinni, hittir 69-45. Hann var tilbúinn að hitta DaBaby í móti þarna. Já, brýtur vegginn. Hann er búinn að vera að hendi í það í miðjum leik, ekki bara eftir leikina. Já. Sem að sýnir yfirvegun. Gæti verið dýrkeypt. Þarf að vera mjög yfirvegur til að geta sýnt svoleiðis stæla. Skipiti með hægrandið. Það er skipiti með hæðina núna. Það er vel gert hjá honum að vera með hæðina. FH leikmaður. Hann nota grímuna þarna til að sækja, þetta var mjög gróft. Æfir rafíþróttir Fortnite hjá FH. Hann er með Noah Heals tilbúinn í late gameinn. Ennþá 8 leikmenn eftir. Og þetta er sjálfsögðu 9. og næst seinasta umferðin. Þannig að úrslitin ráðast í umferðinu og eftir þessari. Hér í Laugardalshöll, Denars. Það er Denars 13 með 8 fellur. Einmitt og eins og ég sagði á hann sigraði Elko-deildina með 13 stigum og heitir Denars 13. Skemmtileg staðarind þennan spilara sem er eins og við sögðum á hann sundkappi, fór í viðtal hérna hjá þér á hann. Hann er
Búinn að hitta hana 113 og tryggir fellu. Glæsileg fella hjá Denasi, Gabbi. Var það Kristó sem að feldi? Það er dýrkeypt fyrir Kristó ef að svo er. Gabbi með sína 9 fellur. 9 fellur. Sækir hart á veggina. Passa bakið sitt. Þetta er erfið staða. 6 leikmenn eftir. Menn alls þar í kring. Hann ætlar ekki að deyja í storminum. Þetta er erfitt. Hann vill fara út með fellu. Já, hvert stig skiptir máli. Getur fengið 2 aukastig. Öll hot núna, þarna er hann tekinn. Það er þá Falcon Emil með 12. felluna sína. Falcon Emil sem að gæti tekið hennar bikar heim, en við spurum að leikslokum. Denas veitur harðarsamkeppni. Denas 13. Einhver sem fellir þarna. 2 leikmenn eftir. Það er Kristó að hitta Dabbi í mótið. Þvílíkir stælar, þvílík yfirvegun. 15 fellur hjá Kristó. En þetta er ekki bara stælar, þetta er líka hluta leiknum. Þetta er auðvitað mental. Jú, þetta er 45. Partur af menningunni. Splössin kom sér vel. Þetta var 19. umferð af 20. Og það er Dabbi í mótið. Það er Kristó sem heldur áfram að sína tilþrif. Þið sjáu það hérna að Emil er í 5. sæti í seinni hálfleik. Hann var í 1. sæti í fyrri hálfleik. Dugir honum að vera í 5. sæti í seinni hálfleik til þess að næla sér í 1. sætið þegar við leggjum þetta saman. Hann var jafn Kristó stigum með 95. Já, hann þarf. Það nægir ekki. Það er allt undir núna. Já, það er allt undir. Síðasti leikurinn að hefjast. Ertu klár? 20. leikurinn, 10. leikurinn í þessum seinni hálfleik og hérna sjáðu stigin. Mér sýnist allt á öllu að leikmenn þurfa að veita Kristó samkeppni ef þau vilja ekki að hann taki bikarinn heim. 16 fellur, vel gert. Steffen líka með 16. Þetta er æsispennandi. Það sjáum við leikmenn kýra sig undir síðasta leikinn. Kristó. 16 fellur er strax komin í viðrögn. Hann er strax fallinn út. Þetta þýðir að þetta er ekki öruggt fyrir hann. Þetta er alls ekki það sem hann vildi núna þessum síðasta leik. Sigmar með sína 14. Þetta eykur spennuna vissulega. Sigmar með 14 veit að Kristó er fallinn út og allt geti gerst. Núna þarf hann virkilega að læsa sig inn. Já, sjáum hann með 14. Fellur Gabbi með sína 10. Þannig að toppurinn er að ráðast. Ef áhorfendur eru með vasareikni að leggja saman stigin heima þá vitaðu úrslitin. Steffen Bahaf, hvar er Falcon? Er það sem ég vil vita. Fellur fyrir Falcon. Það er Falcon að taka fellu. Þetta er æsispennandi. Hann vill tryggja sér bikarinn. Þetta er leikmaður sem þarf að setja allt í þetta núna. Hann fékk að halda eins og bikarinn aðan. Þá var hann hungraður í bikarinn. Hann mundaði bikarinn. Denas 13 með 13 fellur. Sigmar með 14. Heldur vegnum. 7 leikmenn eftir. Á bara viðinn eftir. Dýrmætur viður. Næstu búinn að ná fellu þarna. Nær henni önnur. Nei. Önnur fella í húsi hjá Sigmar. Mjög nálægt í. 15 fellur í húsi hjá Sigmari. Sem er glæsilegur árangur á Reykjavík International Games í Fortnite. Sem er lýst af Stefán Atli á Brynjar Barkasinni í Laugardalshöllinni. Mikið rétt, Sigmar fellur fyrir Denas sem er með 14 fellur í heildina. Denas vill komast á velunapall. Hann ætlar sér á pall. Emil líka. Frosti, lítið búinn að sjá frá honum, fellur þarna. 4 leikmenn eftir. Hann fellur fyrir Denas sem er komið 15 fellur. Já, mjög góð stig fyrir hann. Býtu, hann er inn í bóksi með... Nei, ekki lengur, þetta er fljótt að breytast, þetta er ótrúlega tempó. Já, íslenska Fortnite senan spennandi. Bjarki að láta til sín taka. Tilbúinn að fara í heal á þarna. Ætlar að nota sömu taktík og Kristó, greinlega. 2 leikmenn eftir, Denas og Bjarki. Hver er að fara að sigra 20. umferðinni í Zone Wars? Þeir vilja nota grímuna ýmist til að senda sig tilbaka og leita uppi meiri heals. Þannig að gera hann það, situr á sem medkit og ætlar að fara að leita. Þetta gæti komið í veg fyrir að Denas. Þeir eru báðir með medkit, þannig að hvor þeirra er með fleiri medkit. Þeir þurfa að fara að leita núna. Það er leitin af heals. Þarna er inni, þú erut að sjá það, mér sýndist að vera hinum með vegginn, en þeir fara að leita núna. Nei. Bjarki sigrar þessa 20. og síðustu umferð. Og núna, í þessum töluðu orðum, sjáum við hérna stigin. Kristó í fyrsta í þessum seinni hálfleik. Og núna eru framleiðendurnir okkar
að fara að leggja saman stigin. Ég ekki sjálfur það góður í reikningi, ég sé búinn að leggja saman stigin, en við ætlum að gefa þeim nokkra mínútur til þess að leggja saman stigin. Á meðan þeir leggja saman stigin og láta okkur svo vita hérna hver loka niðurstaðan þá segi ég við þið, Brynjar, hvernig fannst þér þetta mót? Ótrúlega skemmtilegt. Það mikill talent hér í Laugardalshöllinni. Skemmtilegt að fylgjast með þessum strákum. Ég kíkti á það áðan, fór að fórnast hvaða keypoints þeir væru með og fekk svona aðeins að skyggnast inn í það, hvernig þetta best að hafa þetta í dag, en það auðvitað bara ótrúlega gaman að fylgjast með svona hæfileikum. Einmitt, nú ætlum ég að spyrja þig hérna líka, ef að tækifæri myndi koma fyrir þig að lýsa aftur svona móti, myndirðu gera það? Ekki spurning. Glæsilegt, og svo verðum við náttúrulega að fá þessum gest í Elko-deildina sjálfsögðu. Auðvitað, þið getið sett bounty á minn haus. Já, kíkja bara sem svona hérna gestur í sett með Óla Krumma og strákunum. Já. Og hérna, já, ég verð nú að segja bara sko að hérna, að mínum mati, plata ársins 2024 stór tilkynning, risatilkynning. Risatilkynning, þakka að kjalla fyrir það. Það var bænger, af því að þeir voru búin að vera svona laying low hérna klöptöp. Svo komið með risatilkynningu og hún beint á toppinn og spottinn. Vorum að spila lógrandið, vorum með no heels, no shields. Fórið í hægrandinn. Hann var að gera þetta. Beint aftur upp í hæ. Þannig að við erum bara að bíða hérna eftir að starffræði snillingarnir séu búnir að leggja saman stigin úr fyrri helmingnum og seinni helmingnum og fá þá samtöluna úr þessum 20 umferðum. Mér finnst að líða svo hratt, þetta var svo skemmtilegt og mikill hasar og góð stemming. Já, það einkennandi við sjónvarpið, það svo mikið tempó, það ekki dauð stund. Algjörlega. Það ekki þessi leit og söfnun, það bara hasar. Mér finnst mjög skemmtilegt eins og þetta svo ákveðin tilbreyting við Elko-deildina sem vissulega hefur sitt að þar ertu bara með hefðbundin Chapter 6 Fortnite leik og þá ertu með þú veist þeirra að lenda, gera sér kláran í lútið en hérna fyrir við beint í hasarinn. Akkurat. Mikið tempó. Þetta svona minnir mig á þegar maður fór úr í gamla FIFA-leik yfir í FIFA Street. FIFA Street. Þetta svona klassísku leikur. Já, þetta svona minni völlur. Já. Bara action pakkað. Já, og eins og ég segi þá þessi útsendingar sjálfsögðu í boði Elko, Kia og Lúkalúk sem eru styrktar aðilar Fortnite á Íslandi og hérna, já, ég bara sko, hvað maður að segja, mjög spenntur fyrir því vegna þess að þú ætlar að taka viðtal hérna eftir smá við sigurvegarann. Já. Þá getur þú spurt hann hvort hann sé náttúrulega að keppa í Elko-deildinni sem mjög líklegt. Þetta mjög svipaðir leikmenn og að keppa í Elko-deildinni. Getur þú spurt hvort þetta hafi áhrif á hann svona hvetja hann áfram í Elko-deildinni? Já. Það verður forvitnilegt að spyrjast fyrir það. Og bara þær spurningar sem þú vilt að sjálfsögðu spyrja. Já. Og ég einmitt að drita niður nokkrum spurningum sem að mig langar að vita og ég trúi að þeir sem heima sitji vilja endilega vita. Og við bara þökkum ykkur sem heima sitji fyrir að fylgjast með þessu og þeir sem mættu hérna í salin að styðja við ykkar fólk, bara frábært. Hérna sé ég nokkur brosandi andlit úr salnum og hérna þeir eru að fara að láta okkur vita hvað á hverju, hver sigurvegarinn í Reykjavík International Games eða RIG mót Elko 2025. Ég afhendi byggarinn, Brynjar tekur viðtalið. Þannig að farið ekki langt. Við gætum sko lauma þessu með velunum sko, það svolítið skemmtilegt. Já. Fá svona salgeti og sokka líka í kaupæti. Fullkomið svona vinningskombó sko. Maður á aldrei nóg af sokkum að mínu mati. Nei, sokkar, ég mikill sokkamaður. Ég átti einu svona sokkafyrirtæki og var að senda sokka heim til fólks. Hörðu, finnst þú að segja það, verðum að ég líka. Ha? Já. Hvaða sokkafyrirtæki? Ég var að vinna frumkvöðlastarf í MK, þar sem ég var með herra Hnitsmjör, en hann var reyndar ekki með mér í þessu fyrirtæki, en við gerðum sokkafyrirtæki. Varst þú í MK? Já. Með honum? Á sama tíma,
Já, þeir eru fæddir sama ár. Við erum fæddir sama ár, vorum í MK á sama tíma. Var hann líka með þetta frumkvöðlafyrirtæki? Hann var ekki með þetta frumkvöðlafyrirtæki með þér, hann var bara sama tíma í MR. Hann var bara sama tíma í Elko, sko. MK. MK, já, Elko. Við erum bara að segja Elko svo oft í kvöld. Elko. Já, hann var á sama tíma í MK, ég og herra. Einmitt, sjáum hérna þessi bikar smíðaður af uglu handverk, einstaklega fallegur, gaman að handleikan. Mjög skemmtilegt. Fullkomin í hilluna. Þannig að við erum bara spenntir að fá að heyra þegar búið að taka stigin saman og ég veit að keppendur eru líka spenntir. Spurning hvort þið séu góðir í hugarreikningi eða þið áhrendur. Já, fáum tónlist. Spennan magnast. Þannig að ef þið getur sagt mér eru þið búin að taka stigin saman? Ok, og getur þú sagt mér hver vann? Það er svoleiðis. Ég er búin að fá að vita hver vann hérna í eyrað, þannig að ég ætla bara, vorum við þá ekki klári í verðlaunaafhendinguna? Má ég sjá? Ok, það er búið að gefa grænt ljós á verðlaunaafhendinguna, var ég að heyra hérna beint í eyranu. Ég ætla að tölta niður og afhenda sigurvegarunum bikarinn, sjáum svo viðtal við hann og stigatöflu og fleira. Ég er að fá gæsahúð. Blessaður Kristó, ertu velkominn, skellt á þig hérna headsetinu svo fólkið sem heima sittur heyri í þér. Til hamingju með þetta. Já, takk. Við höfum nú spilað saman áður en aldrei hist. Já. Er þetta fyrsti bikarinn? Já. Ok, til lukku með það. Finnst þér að þetta muni vera sem byr í þín segl? Svona þegar þú ert að fara inn í Elko mótorröðina núna? Hæ? Finnst þér að þetta muni hjálpa þér núna að fara inn í Elko mótorröðina, að vera búin að vinna þennan bikar fyrir sjálfstraustið og svona? Ég held það, sko. Ég sá það hvernig þú spilar, það vantaði ekkert upp á sjálfstraustið, þú varst virkilega yfirvegaður, varst að henda í Da Baby ímótið við hvert tækifæri. Já. Ég var að reyna að koma inn að þetta er náttúrulega mental leikur og þegar þú ert að henda í ímótið í miðjum leik þá ertu að stressa andstæðinginn. Er þetta svolítið búið að vera þitt ímóti eða bara eitthvað sem kom núna í þessu móti? Kom bara núna, sko. Það kom bara núna og kannski komið til að vera? Já, ég held það, sko. Ég var að fíla þetta, sko. Þetta var gott fit. Einilega til hamingju. Já. Stóðst þið vel. Já, takk fyrir. En segð mér eitt, er erfiðara núna að fá að spila við þig nú þú ert komið með bikar? Nei, ég held ekki. Við kannski tökum þá leik, bróðum. Já, við gerum það. Hlakka til. Já, bye. Akkurat. Ég mættur aftur eftir verðlaunaafhendinguna. Þetta var hann Kristó, þvílíkur talent. Og við ætlum líka að tilkynna annað og þriðja sæti. Kristó var ekki bara að fá hann fallega bikar, hann var að fá peningaverðlaun og síðast en ekki síst heiðurinn 65.000 krónur í boði og við ætlum að fá að heyra hérna í eirónum hver var í öðru sæti sem ég ætla að tilkynna. Það er hann Emil. Til hamingju með það, Emil. Klöppum hérna fyrir Emil, þeir sem eru í salnum. Og í þriðja sæti Sigmar. Þið sjáuð það að Kristó er með 208 stig, 29 fellur eftir 20 leiki í Sjónvors.
Emil með 30 fellur eftir 20 leiki Sjónvarps 189 stig. Sigmar að sjálfsögðu með 184 stig og 26 fellur. Þannig að þá okkur ekkert að vanbúnaði Brynjar. Nei. Heldur en að fara að binda enda hnútin á þetta. Já. Þið getið séð stigatöfluna hérna og eins og við sjáum sigurvegari LK-deildarinnar 2024 komst ekki á verðlaunapall þessu sinni en trónir á toppnum í dúos í LK-deildinni 2025 eins og staðan liggur núna. Já, þetta virkilega gerir mann spenntan að fylgjast með LK-deildinni. Og þetta fær mig líka til að segja að það eru 2 kvöld eftir af þessu dúoskeppni í LK-deildinni. Já. Það mánudagurinn sem bara eftir 2 daga. Já. Og mánudagurinn eftir það. Já. Og þá sjáum við hver sigraði dúomóti í LK-deildinni. Hárrétt. Og þegar sjálfsögðu stillið inn á Sjónvarps Símans og Twitch á Rafíþróttum. Mánudagskvöld. Sko okkur langar til að þakka ykkur fyrir samfylgdina og minna ykkur á það að þetta streymi heldur áfram. Að því að klukkan 7 munu Óli, Krummi og Tommi vera hérna með Counter-Strike'in. Þannig að eitthvað sem þú vilt segja í lokin, Brynjar? Nei, ég vil bara þakka fyrir mig. Þakka öllum sem að koma að þessu. Virkilega vel að þessu staðið. Þakka leikmönnum. Þetta var skemmtilegt að horfa á og ég vil bara segja að það kraumar í manni að fara að spila. Það ekki? Þú ert ekkert með eitthvað svona skemmtilega tilkynningu eitthvað ný verkefni eða eitthvað svoleiðis sem þú vilt gefa upp? Það eru nóg af járnum í eldinum. Ég mæli með bara að fylgja mér á öllum þessum helstu samfélagsmiðlum. Instagram, Brynjar Barkason, TikTok, Brynjar Barkason, Twitch, Brynjarino. Þar alltaf eitthvað á döfinni. Þar hafið það kæra áhundur og að því sögðu þá minni ég sjálfsögðu á Fortnite á Íslandi, Discordið, Facebook síðuna, TikTokið, ég minni á Rísi, Twitch síðuna, YouTube síðuna, Facebook síðuna og ætla bara að þakka kærlega fyrir mig, það var mjög gaman, ég sé ykkur vonandi sem fyrst, sjáum seinna. Thank you.